svo ég sé. Jafnvel þó að leiðin verði löng, ég sé. Orðið bæð og tónar hvetja mig. Lindin hún á eitthvað fyrir þig. Líf á hverjum degi svo ég sé. Góða kvöldið, kæru tónleikagestir. Þetta myndband sem við sáum rétt í þessu, við lagið Ég syng, var gert árið 2000 og á 19 ára afmæli Lindarinnar fyrir 11 árum síðan. Núna Lindin 30 ára og þess vegna eru við saman komin hérna. Það var Gospel Company sem að sáum þetta myndband og mörg af þessum andlitum sem voru í myndbandinu eru hér í salnum í dag, lítið breytt, en það bara 11 ár síðan. En ég vil bara bjóða ykkur hjartanlega velkomin á þessa tónleika. Ég heiti Hafsteinn Gautur Einarsson og ég útvarpsstjóri Lindarinnar í dag. Tók við á þeim Mike og Sílu sem eru með okkur hérna í kvöld. Og tónlist hefur alltaf verið mjög stór þáttur í starfi Lindarinnar og útsendingu Lindarinnar, sennilega 60-70%. Og við eigum svo mikið af frábæru tónlistafólki sem að semur lög og texta og Lindin hefur verið mjög dugleg við að koma því á framfæri við samfélagið, leyfa þessum lögum að heyrast. Og við ætlum að heyra svona smá sýnishorn af því í kvöld, næsta 1,5 tíman. Þannig að ég ætla bara að segja njótið þið vel, verið hjartanlega velkomin og til hamingju með daginn.
held ég. Ég heiti Hafliði og ég hef fylgt Lindinni bara frá upphafsdögum. Mike og Síla hringdu mig í daginn og sögðu þú þarft að koma og hjálpa okkur. Og þau sátu með tæki í höndunum og sögðu við vitum ekki hvað við að gera við þetta. Við trúum að það þurfa að vera áfram útvarp, kristilegt útvarp, en við komum ekki til Íslands til að reka útvarpsstöð. En þetta tækifæri og síðan eru 30 ár. Og algjört kraftaverk. Við byrjuðum á lagi sem heitir Öll gleði mín og eftir Hjalta Gunnlaugsson og Hjalti kemur hérna á eftir og það annað lag eftir hann sem við ætlum að syngja. Þessi kom út á diski sem heitir Allir mætast þar. Þannig að ég hafði farið til Los Angeles í nám og mér var sendur þessi diskur. Þetta eyðilagði heila 2 daga fyrir mér þegar mér fannst diskur vera bara draumur sem hafði ræst með tónlist sem við vorum að gefa út og við ætlum að syngja svolítið af þessum diski. Af því að hann kemur út bara nokkurum árum eftir að Lindin hérna stofnuð. Mikið af tónlistinni í kvöld tónlist sem hefur verið gefin út og síðan spiluð á Lindinni. Lindin hefur haldið þessari tónlist uppi, íslenskri. Við ætlum að syngja næst lag sem á sér merkasögu. Eitt af þessum yndislegu lofgjörðarlögum. Þetta 1995, árið sem Lindin stofnuð. Það var það snjóflóð í Súðavík. Og með okkur í kórnum hún Kitty og hún misti móður sína, lítinn frænda og stjúpa sinn og ég man þegar við sátum og biðum eftir fregnum að þetta var, og ég held allir upplifi og það nýbúið að segja þessa sögu aftur, þessa ótrúlegu tíma. Nokkur eftir þetta þá heyrir hún þetta lag á ensku. Hún segir, þetta lagið sem talaði til mín. Hún samdi textan við þetta og við ætlum að syngja þetta lag í höndum þér. Þú skalt ekkert óttast og engu kvíða. Til hann sem huggar, já hann sem bætir hag. En veist að þú átt vininn Jesú sem veit öll þín sál. Og hjarta þitt þjakað, hann fer að sér hvert tár. Og því stöðugt ég fæ staðist og styrk þú veitir mér. Ég örugg því að eitt víst, ég í höndum þér. Þú skalt ekkert óttast og engu kvíða. Til hann sem huggar, já hann sem bætir hag. En veist að þú átt vininn Jesú sem veit öll þín sál. Og hjarta þitt þjakað, hann fer að sér hvert tár. Og því stöðugt ég fæ staðist og styrk þú veitir mér. Ég örugg því að eitt víst, ég í höndum þér. Með Jesú ég fæ staðist, því Jesús bjargar mér. Ég örugg elsku frelsari, ég í höndum þér.
það ekkert skrítið þó að þessi hafi lifað. Hann fjallar þennan stað sem ég held að við þráum öll að vera á. Þegar að ekki minni óvissan í dag og óöryggi, ekki einsemdin minni í dag. Og þessi sálmur, þetta lag, talar inn í allar þessar kringumstæður. Til að fanna Maríu Másdóttur til þess að koma hérna upp. Hún hefur sungið með okkur í gegnum tíðina. Kemur sem gestasöngvari, austan úr Fljótshlíð. Bjóðum hana velkomna. Þetta lag sem hún ætlar að syngja með okkur, að leiða okkur í, heitir Drottin ég trúi á þig. Svona trúarjátning. Þetta eftir hann Tommy Walker og ég man að einu sinni þá fór kórinn til Los Angeles og á fyrsta degi, sem sagt seinni part þessa dags, þá fórum við í kirkju sem er í Eagle Rock og þar Tommy Walker, hann lofgjörðarleiðtogi, hefur samið suma þessum yndislegu lofgjörðarlögum sem við höfum sungið í gegnum tíðina og þar hittum við þeim en við sungum þetta fyrst á jólatónleikum. Þetta var ekki sem sagt kynnt á venjulegu samkomu, heldur á jólatónleikum. Varst þú ekki bara það líka? Vel verið. Líklega. Drottin ég trúi á þig, María Más. Sé heilagt andlit þitt og þitt hásæti himnum á virðist svo fjarlægt mér. Ég get ei snert nagla förin þín, samt á ég líf, gleði og frið sem gefa mér fullvissu. Drottin ég trúi á þig, ég ætíð mun trúa á þig, þó geti ég ei séð þína dýr í hjarta mér. Sá sem eitt getur leitt okkur til föðurinn. Þú dóst í minn stað, þú reist upp og lifir í dag, sigraðir dauða og gröf, svo ætti ég líf.
Ég held að það hafi verið þessar sömu Los Angeles ferð sem við mættum með þetta lag sem við ætlum að syngja næst og Maríanna ætlar að syngja með okkur. Það heitir Halleluja. Alþjóðlegt orð sem að allir geta sungið. Og við mætum í kapellu í skólanum þar sem að ég hafði verið að læra fjölskyldumeðferðina. Við fengið að koma inn, það var einhver hátíð í gangi og við komum inn og við syngjum þetta lag. Kemur maður til okkur á eftir og segir, heyrðu, ég samdi þetta lag. Við erum ennþá að velta því fyrir okkur hvað sem maður hafi heitað, en hann fullyrti þetta og það er svo sem dregur ekkert úr ágæti lagsins. En Óskar þýddi þetta lag árið 95, en það eru enn annað 30 ára gamall texti og þetta lag er í Sálmabók Þjóðkirkjunnar. Þetta byrjaði hér fyrir 30 árum síðan, sungið mjög mikið og sungið víðar og að lokum þá vann það sér þann sess að vera núna eitt af lögum í Sálmabók Þjóðkirkjunnar. Halleluja og Guð vil lofa því.
Ef einhver tímann læðist í huga þinn að lífið hafi engan tilgang. Svona byrjar næsta lag og ég ætla að biðja hann Hjalta Gunnlaugs að koma hérna upp. Ég held að þetta sé örugglega eitt þekktasta lofgjörðarlag sem alíslenskt. Í gegnum tíðina þá höfum við sungið þetta í ýmiss konar útgáfum. Í dag fáum við höfundi sjálfan til þess að leiða kórinn og meira en það, hann ætlar að taka dóttur sína með, hann Bínur Hrönn, og þau ætla að syngja þetta saman og við ætlum að hljóma undir, til að segja sannleikann í kvöld. Einhver maður kom hitti mig niður á borðið og sagði, ert þú eini maðurinn sem ætlar að syngja sannleikana? Hvað ætla hinir allir að syngja? Æ, við teljum í. Einhver tíma læðist í huga þinn að lífið hafi engan tilgang, þá skalt þú hugsa til mín og seinna möntu sjá að svo ég og þú mönt finna hamingjuna, þá skal ég hugsa til þín. Mér að lifa bara fyrir það sem flestir telja orðinni. Leita hærra, finna svar, losum allar spurningar. Það leynist sannleikurinn. Enginn getur án hans lifað, án hans getur enginn starfað, slíkur sannleikurinn. Ég segi vinur, leita þú hans og þú munt finna hamingjuna, þannig sannleikurinn. Fyrir lífið hefur kennt mér að lifa bara fyrir það sem flestir telja orðinni. Leita hærra, finna svar, losum allar spurningar. Það leynist sannleikurinn. Ekki lengur í huga minn að lífið hafi engan tilgang, fundinn sannleikurinn. Því ég hef þegar lært að svo ei, ég hef fundið hamingjuna, Jesús sannleikurinn. Flestir telja orðinni. Leita hærra, finna svar, losum allar spurningarna. Það leynist sannleikurinn. Jesús sannleikurinn. Sannleikurinn.
Núna ætlum við að skipta svolítið gír. Að kveðja gospelkór Philadelphia í bili. Já, einmitt. Nei, við ætlum ekki að skipta gír strax. Við ætlum að vera enn í 5. gír. Ágúst Böðvarsson samdi eitt af þessum íslensku lofgjörðarlögum sem hafa lifað og sem spilað ótrúlega mikið, ekki kannski ótrúlega mikið, sem spilað mjög mikið á Lindinni. Og Ágúst ætlar að koma, það gaman þegar við fáum höfundana hérna upp til þess að syngja. Ágúst ætlar að koma ásamt Guðbjörgu Elísu og þau ætla að leiða kórinn í þessu gullfallega lagi, yndislega lagi að krossinum vil ég koma Kristur. Amen. Dísi Guði, til hamingju Lindin með 30 árin. Að krossinum vil ég koma Kristur og játa þér afbrot mín. Af þyngslum þeim ég orðinn þyrstur, ó drottin ég þarfnast þín. Ég rast og ég þrái að þú endurnýir mig og líf mitt verði aftur það sem vitnað geti þig. Og mig þyrstir eftir þér, því að beinin tærast í mér. Kom og lækna sér hvert sár, ó drottin þerra öll mín tár. Krossinum vil ég koma Kristur og játa þér afbrot mín. Af þyngslum þeim ég orðinn þyrstur, og drottin ég þarfnast þín. Ég iðrast og ég þrái að þú endurnýir mig og líf mitt verði aftur það sem vitnað geti þig. Ó, mig þyrstir eftir þér, því að beinin tærast í mér. Kom og lækna sér hver sár, og drottin þerra öll mín tár. Því að beinin tærast í mér. Kom og lækna sér hver sár, og drottin þerra öll mín tár. Kom og lækna sér hver sár, ó drottin þerra öll mín Og mig þyrstir eftir þér, því að beinin tærast í mér. Kom og lækna sér hver
drottinn þeirra öll mín tár. Ef að syngja þetta saman, öll saman. Ó, mér þyrstir eftir þér, Því að begin tærast í mér, kom og lækna sér hver sár, og drottinn þeirra öll mín tár. Amen. Og leið og kórinn fer niður og kórinn kemur aftur og við munum sem sagt enda þessa tónleika sem kór Gospel Philadelphia með nokkrum lögum. En við fáum núna góða gesti, og þau eru ekki bara gestir, þetta er fólk sem við höfum sungið með í gegnum tíðina. Íris Lind og Emil ætla að koma og syngja. Íris Lind hefur alltaf verið svona eina af þessum skrautfjöðrum á jólatónleikunum okkar til dæmis. Hún er búin að syngja með okkur lengi bæði í kórnum og síðan bara hefur hún vaxið og þroskast upp í þessa dífu sem hún er. Fáum dífun alltaf að koma hérna upp. Emil Emil var útvarpsmaður á Lindunum tíma, kynntu 9 lögin. Emil er líka óendanlega duglegur að halda úti dagskrá með öðrum sem að hét í fyrra Ífum eldinn, lofgjörðarkvöld, algjör hamhleypa til verka og bara þessi yndislegi strákur. Gefum Íris Lind og Emil Dottlar. Og Íris ætlar að kynna lagið. Á ég að kynna þetta bara? Nákvæmlega. Þessi hljómsveit sem heit Nasaret, norsk rockhljómsveit, og þau eru bara 2 allar að rocka hérna. Lag sem heitir Blómið. Gjörðu þið svo vel. Ég verð samt að segja eitt. Þetta var elsta lagi sem ég fann sem við höfum spilað saman. Það er frá 1998. Þannig að ég ætla að vona að það sé fólk á mínum aldri, ekki, sem kannski kannast til lagið. En mér langar líka að þetta er lofgjörð, að leyfa ykkur að loka augunum og bara upplefa textan og sjá fyrir ykkur. Ok, það má loka augunum, sérstaklega því ég er ekki í skóm. Ok, takk fyrir. Ég vil færa þér eitt blóm og glaður gefa. Ég vil gefa þér mín smyrsl á opin sár. Ég vil gefa þér það allra besta. Ég vil gefa þér það eina sem ég hef. En ef tónlist er það eina sem þú þráir og það eina sem þú telur mikilvægt, þá verða tónarnir eins tómir og þitt hjarta. Þá er lífið sem þú lifir einskis vert. Viltu eignast þetta blessaða blóm frá Jesú? Það er blóðrautt því það vex við krossins fót. Ef til vill
þín augu fyllast tárum og hann sér þú segir já og tekur mót. En ef það sem Jesús gerði ekkert gildir og gjafir hans og ást þig fær ei snert, þá jörðin dauð og dofin sem þitt hjarta. Þá lífið sem þú lifir einskis vert. Já, viltu eignast þetta blessaða blóm frá Jesú? Það blóðrauð því það vex við krossins fót. Ef til vill þín augu fyllast tárum og hann sér þú segir já og tekur mót. En ef það sem Jesús gerði ekkert gildir og gjafir hans og ást þig fær ei snert, þá jörðin dauð og dofin sem þitt hjarta. Þá lífið sem þú lifir einskis vert. Þá lífið sem þú lifir einskis vert. Amen. Takk fyrir. Takk fyrir. Þetta samt eftir rockhljómsveitina Nasaret, þetta lag. Þeir semja alls konar lög. Pétur Erlendsson einn af þessum bara svona stólpum. Við vorum hér á miðvikudagskvöldi síðasta á 2 tíma sálmatónleikum. Það var algjört æði. Aðeins önnur tegundatónlist og þar var Pétur með og hefur alltaf verið með. Hann ótrúlega fjölhæfur og spilar margar tegundir tónlist, það myndi ég kannski segja. En það sem kom mér kannski mest á óvart var þegar ég fór að hlusta á diskinn hans. Hann frábær lagahöfundur og einstakur textahöfundur. Þetta fer ekki alltaf saman. Hlustið á textan sem að hann flytur þessi lagi, hann stílar lagið kallað Golgata og við bjóðum velkominn Pétur Erlendsson. Takk fyrir það. Langar að nota tækifærið og þakka einni mannesku sem hér í salnum. Hún Jói Ásmundsson á bassanum. Hann, já, gefum hún gott lag. Hann og sonur hans reka og eiga eitt flottasta og besta upptökustúdíó á landinu. Það hefur verið tekin upp alveg hellingur af íslenskri kristinni tónlist. Og mikið af tónlist sem við heyrum á Lindinni í dag tekin upp hjá Jóa og félögum. Og ég hef tekið upp 2 plötur þar og Jói var alveg einstakur stuðningur og mikil hvatning við mig að taka upp þessa tónlist og gefa hann út. Og ég veit hann hefur verið stuðningur og hvatning við aðra líka. Þannig að takk fyrir Jói innilega. Höfum fyrirtækið í bænum okkar áfram, þannig að áfram eigi vera tekin upp íslensk kristin tónlist. Þetta lag tók ég upp þarna á samdi 2015, lag sem heitir Golgata.
reyndar sé ég úr almúans fjöld, augnablik ritað á sögunnar spjöld. Herran hinn hæsti, hafinn á loft. Harmkvæli mín hefur hamið svo oft. Mætur ég mæni á meistarans mynd, metin til einskis lausnarans lind. Þótt brot mín og brestir byrgi mér sín, þú biður mér væðar og býður til þín. Brjóst þitt og bak blóðstokkinum, breyskur þú virðist á þessari stund. En þó að til höggs haf ég hamarinn reitt, þá held ég að hafi ég meistaran minn. Heilög hæðin sem hýsir þitt blóð, helur mig ávallt það hreinsunar flóð. Golgata, Golgata, Guðs sonar var. Geym þú mig, Jesús, við krossfótinn þar. Ver þú mér drottinn, minn skjöldur og skjól, skína mér megi þín réttlætis sól. Hönd þín hún leiði mig lífsins á leið, að líta þig megi rís ég frá þig. Takk fyrir Pétur. Hann stundar sömu iðju og Jesús, þeir eru báðir smiðir, er það ekki? Við ætlum að fá vini okkar úr Lindarkirkju og fyrir þessum hóf er hún Áslaug Helga Hálfdánadóttir. Það var gefinn út diskur. Jói tók hann upp, auðvitað. Jói er upptekinn maður. Áslaug Helga, hún var aðal lagahöfundur á þessum disk Kórs Lindarkirkju sem að heitir Með fögnuði, sem kom út árið 2014. Gjörðu svo vel. Þið truflið mikið nei. Og hún tók með sér nokkra vini úr Kór Lindarkirkju. Yndislegt að fá okkur. Og ég ætla svo sem ekki að kynna lögin. Áslaug, þetta er hennar lög sem að hún kann að kynna.
Gaman að sjá ykkur, velkomin. Takk fyrir. Og þetta hluti af repertoárinu á Lindinni. Nákvæmlega. Og ég og við erum svo þakklátt fyrir Lindina. Ef ekki gefa Lindinni rosalega gott klapp. Til hamingju með afmælið, 30 ár. Og ef ekki væri fyrir Lindina að þá myndi kristileg tónlist ekki fá eins mikla útbreiðslu á Íslandi. Það alveg þannig og við erum þakklátt fyrir það. Fyrra lagi sem við ætlum að flytja, hér lítill hópur úr kór Lindakirkju og heitir Dýr sé Guði. Þið kannski þekkið það. Ef ekki sjá til? Jú. Og þið megið alveg syngja með líka. Dýr sé Guði, dýr sé syninum, á himni sem á jörðu að eilífu. Aldir alda, dýr sé andanum, Föður vor á himnum, heilugum. Faðir minn, faðir á himnum, ég lofa þitt heilaga nafn. Faðir minn, verði þinn vilji, ríkið, þinn mátturinn, á jörðu sem á himni, að eilífu. Dýr sé Guði, Föður syninum og heilögum anda. Dýr sé Guði, dýr sé syninum, á himni sem á jörðu, að eilífu. Faðir minn, faðir á himnum, ég lofa þitt heilaga nafn, heilaga nafn.
Já, þvílíkur heiður að fá að vera með ykkur. Ó, þetta svo skemmtilegt. Getum við haft svona tónleika á hverjum laugardegi? Næsta lag, það hefur líka verið spilað á Lindinni og það heitir Halleluja. Og það reyndar, við syngjum það í öllum fermingum í Lindakirkju. Þannig það skemmtilegt og nú ætlum ég að aðtóa hvort að þið getið ekki líka sungið með. Ekki komið tíma á það? Æfum þetta einu sinni. Ok, ef það einhverjir í salinu sem ekki kunna þetta. Þetta svona sko. Halleluja, 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 halleluja. Einmitt. Nú prófum þið. Ok, við byrjum. Halleluja, halleluja, já, halleluja, halleluja. Óskar mig að þau öll koma í kór Lindakirkju. Jæja, þið eru tilbúin í þetta, þannig þið lofið, alltaf þegar þessi kafli kemur þá syngið þið með. Á hverjum morgni fæðist dagur nýr sem deyr að kvöldi þegar birtan flýr. Hvert árið sem líður, hvert andartak, allt lífið gjöf til mín. Og tíminn tefar líkt og klukkan slær. Á morgun heitir þessi stund í gær. Kenndu mér að meta dagana, því lífið gjöfin þín. Og svo, halleluja, 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 halleluja. Þú kveiktir brosið, fannst upp fuglana, eldinn atómið og ástina. Af einlægni hjartans ég þakka þér, því lífið gjöfin þín. Halleluja, 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 halleluja. Þú þekkir mig,
erum við. Já, ég ætla að fá að taka næsta lag. Ok. Maður bara púaði niður strax. Nei, ég ætla ekki að fá að taka næsta lag. En það eitt af því sem að svolítið mikilvægur þáttur í því að vera kristinn. Það að stíga fram í þakklæti. Og við getum eiginlega ekki haldið upp á afmæli Lindarinnar nema að minnast þeirra sem að stóðu í þessu öllu í upphafi og fórnuðu gríðarlega miklu. Það eru hjónin Mike og Sheila og þau fengu þessa köllun frá Guði að starta þessari útvarpsstöð og það gekk nú hálf brösulega í byrjun enda höfðu aðrar útvarpsstöðvar farið af stað. En þegar við fáum köllun frá Guði til að gera eitthvað, þá Guð með í verki og það fá dæmi sem eru eins skýr eins og þeirra framlag til kristilegs starfs á Íslandi, þeirra Mike og Sheila, því að þau fengu þessa hugsjón og þessa köllun frá Guði og þau héldu áfram þrátt fyrir að mikið mótlæti væri til staðar. Þannig að ég ætla að fá að bjóða þeim tveimur að koma hingað upp, Mike og Sheila, komið í hérna upp því að við ætlum að fá að blessa þau aðeins og ég ætla að biðja fyrir þeim. Það það sem við gerum svolítið í kristilegu starfi, það að leggja hendur yfir fólk. Við leggjum ekki hendur á fólk. Það svolítið annað og mikilvægt að manni verði ekki fótaskortur á tungunum þegar maður segir það. En okkur langar til þess að blessa ykkur og mér langar að kalla í Hafliða Kristinsson og Signíu til að vera með mér í að biðja fyrir þeim og þakka þeim fyrir hvað þau gerðu. Þau eru samofin þessu starfi og þessari stöð. Þau byrjuðu og fylgdu nú hlaði ásamt fleirum og okkur langar að blessa þau og biðja fyrir þeim. Og þið megið alveg taka með hljóðum hætti þátt í bæninni og vera með okkur að biðja fyrir þeim. Já. Þeir sem vilja standa á fætur og biðja með okkur, þá bara einfallega meiri kraftur í bæninni. Margir sem leggja hendur yfir þau. Halleluja. Takk Drottinn. Heilagur Faðir, við stöndum í mikilli þakkarskuld fyrir þau hjón, Mike og Sheila Fitzgerald og það sem að þau gerðu fyrir okkur alveg frá því að þau komu til landsins á síðasta áratug síðustu aldar. Og við sjáum árangurinn að þeirra þrotlausa starfi, Drottinn, og við þökkum þeim fyrir að þau stigu fram, fengu þessa köllun frá þér, Drottinn, og þó að allt hafi kannski verið á móti þeim í byrjun og þau ekki vita hvernig þú átt að stiga næstu skref, þá varst þú ávallt í staða, Drottinn. Þannig að hjarta okkar allra, og ég veit að ég tala fyrir munn okkar allra sem að til þeirra þekkja, að við þökkum þeim fyrir hvað þau gerðu, Drottinn. Þú gafst þeim kraftinn til þess að stíga fram og gera mögulegt hið ómögulega. Og það sem við horfum á í dag að orðspor þeirra tveggja svo fallegt. Þau skilja eftir sig svo yndislega minningu og allir þeir sem hafa kynnst þeim í gegnum árin vita að þau eru sannkallaðir kærleiksboltar. Sannkallaðir kærleiksboltar, Drottinn. Umfaðmandi fólk, Drottinn, og við þökkum þér fyrir þau að stíga fram og gera hið ómögulega mögulegt, Drottinn. Ég bið þess að þú verndir þau áframhaldandi, Drottinn, og ég bið fyrir heilsu þeirra beggja. Drottinn, gefðu þeim ánægjuleg ár framundan, að þau megi njóta tíman sem að þau eiga eftir þar til að þau fara til þín, Drottinn. Og við hér á Íslandi, við minnumst þeirra með hlýhug og kærleika og gríðarlega miklu þakklæti. Drottinn, megum við læra af lífsverki þeirra tveggja, Mike og Sheila, Drottinn. Sá sem mestur meðal ykkar sé þjónn ykkar.
þau stigu fram í þessum orðum þínum, Jesús. Takk, Drottinn. Halleluja. Amen. Og okkur langar að færa ykkur svona smá blómvönd og Hrönn ætlar að koma með hann hingað upp. Nei, þú. Ef ekki að gefa þeim gott klapp. Takk fyrir. Og ég ætla að fá kórinn til þess að koma upp og við erum að fara núna í síðasta hlutan af þessum tónleikum og við heldum tónleika, held ég lindatónleika fyrir 10 árum síðan og eitt lag sem að Síla baðum þá sem hún hafi upplifað sem mjög tákgrænt lag og texta varðandi þeirra þjónustu og hann fjallar Drottinn, þú hefur komið mér hingað og þú munt halda áfram að leiða mig. Við erum komið núna inn í Andri Krauts hlutan af tónleikunum. Það aldrei hægt að halda tónleika með Óskar Einarsinni nema að syngja Andri Krauts. Við stóðum saman í því árið 1997 að fá Andri Krauts til Íslands og við töluðum við Ólaf Laufdal sem átti Hótel Ísland þá og hann sagði ekki málið, ég skal bara, þið fáið bara húsið og haldið tónleika og þá mættu, held ég, 1000 manns, 1100, Óskar mann allar tölur og öll ártöl líka. Ég var sko 30 daginn eftir tónleikana, 27. maí voru tónleikarnir og þá var ég 30 og hann söng afmælisöngi fyrir mig, mannst ekki? Ég man þetta því, bara þegar þú segir það mann ég, þetta lifandi ljóst fyrir mér. En við ætlum að syngja þetta lag og Íris Linda ætlar að koma og leiða kórinn í þessu og þetta og Hrönn Svansdóttir líka. Hrönn byrjar. Guðslags ruglir þetta í mér. Ég ætla að fara aftar í röðina og fá að syngja með. Lagið heitir He Brought Me This Far. Yes, he did. God brought me this far. He brought me this far, and he's gonna take me all the way. I believe that he will. Said he's gonna take me all the way. Ekki Síla? He
Þú líka. Maður bara dettur svo inn í laug, ég glemdi að ég var kynnir inn í kvöld. But he brought me this far. Á þessum 97 tónleikum, að ég man eftir því að mér fannst Andri Káts æfa kórinn allt og lítið. Hann bara hafði nýsamið lag, hann settist niður við píanóið og hann sagði, ég ætla að kenna ykkur þetta. Og var þetta ekki sungið á tónleikunum? Þess að gjörsamlega óæft. En það eitthvað við þessi Andri Káts lög, þau eru grípandi og þetta lag hefur lifað með okkur. Það heitir Til fjalla ég hef augu mín. Og við ætlum að fara í smá svona brasilíska tilfinningu. Er ekki til í það? Já, nákvæmlega. Ok. Til fjalla ég hef augu mín. Hann settist niður flygilinn á Hótel Íslandi 97 og kendi okkur lagið og við höfum sungið það síðan. Páll Elvar Pálsson þýddi þetta? Nei. Hann snaraði í þessu íslensku, jó. Og þetta kom út af þessum frægadisk sem að reyndi mig nætur svefni. 99. Diskurinn heitir Allir mætast þar, en til fjalla. Hann á Spotify, sko. Það á Spotify, það rétt, já. Þið finnið ekki undir Kór Fíldafí heldur Kór Hvítasunskirkjunar. Kór Hvítasunskirkjunar, nákvæmlega. Ok, ég ekki bara taka lagið.
Við ætlum að gefa Andrikráts frí í 1 lag en Íris ætlar að stíga fram og leiða okkur í einu af lofgjörðarlögunum sem við syngjum gjarnan hér á sunnudögum eða þegar samkomur eru hér í kirkjunni og heitir Þig vil ég lofa. Og við ætlum að leiða ykkur en takið þátt, syngið með. Mörg ykkar hér inni, þau þekkið þetta lag en endilega takið þátt. Það þarf að færa einn bíl, PRK14. Já, frá Vestæði sem hérna, það er einhver sem að biðja að PRK14, rauður bíl, Peugeot. Þig vil ég lofa. Drottinn Guð minn, hér ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin dimm, enginn hér. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Þú sem skapaðir heiminn, heldur veröldin í hendi þér. Þú sem skapaðir höfðin og lífið sjálft í hjarta mér. Þó lítur þú til mín, heldur utan haltrandi þjóð. Veitir mér styrk þinn gegnum lífið.
Við erum komin að síðasta laginu. En að þetta svo gaman, þá ætlum við að skella 4 lögum saman í síðasta lagi. Þetta voru búið rétt fyrir miðnætti og en áður en við syngjum, þá má langa mig til þess að muna eftir þeim sem að hafa gefið okkur taktin og spilað hérna undir á trommur, Brynjólfur Snorrason. Einar Sigurmundsson á gítar hérna baki. Pétur Erlendsson, við kynntumst honum hérna áðan. Hann kynnti svo Jóa Ásmunds fyrir okkur líka. Og svo erum við með Rafn Hlíðqvist. Og sá sem heldur utan þetta á tónlistarstjórinn í kvöld, hinn eini sanni Óskar Einarsson. Ég ætla að fá hann Edgar Smára til þess að koma hérna. Hann einn af þeim sem að byrja að syngja hér 11 ára gamall og renna að syngja. Við ólum hann upp. Nei. Ég vil ekki að kynna hann Hrannar sem búinn að leggja ómælda vinnu í að leyfa okkur að sanga svona rosalega vel. Takk Hrannar. Það allt sem þú lagt að mörgum. Og ótal margir sem hafa komið að þessu kvöldi hér í kvöld sem að enginn sér en margir vita. Takk fyrir allt ykkar framlag. Fólki á baku tjöld. Rögnvaldur hefur séð okkur að textanum til okkar og við þökkum öllum þessum, þökkum Guði fyrst og fremst fyrir þetta tækifæri til að fá að koma saman. Þetta heitir Krátssirpan og hún alveg mögnuð. Það ekki, Óskar? Ég sett hana saman árið 2009 áður en Andri Krauts kom til Ísland þá og hann var svo hrifinn, sagði við mig sjálfur, bara vá, og næstar hann gáði plötu 3 árum seinna, þá búið 3 af þessum 4 lögum saman í sirpu. Hann stal hugmyndinni frá mér, með sömu lögum spáði það. Bara eitt lag sem var skipt út. En hann hafði mikil áhrif á mitt líf, ég var ekki hér í dag, það var ekki fyrir hans tónlist. En hugsaðu þetta, Krauts stal eigin lögum frá Óskari. Hugmyndinni... Ég veit. Þegar að Krauts kvaddi svo þetta líf fyrir 10 árum síðan, var það ekki 10 ár? 2015, já. 2015. Að þá ákvaðum við að fara og taka þátt í kveðjuathöfninni. Hann hafði komið til Íslands 3 sinnum og svo fór Gospelkór Reykjavík með honum til Noregs. Og Reykjavíkur og Gospelkór Fíldefjö. Gospelkór Fíldefjö. Líka. Og við komum inn í staðinn fyrir Oslo Gospelkór af því hann þótti ekki nógu góður. Það mjög gaman að segja þessa sögur af því að stundum finnst hann að, já. Ein örstuðsaga áður en förum í þetta og það við fórum 3 saman til Los Angeles og systir hans, tvíburasystir Andri Krauts, hún sagði ég skal sjá til þess að fá góð sæti og þetta var í risastóri kirkju við Crenshaw Boulevard, 5.000 sæti og við vorum að 3. og 4. bekk. Svo sendur hann einhver post og sagði ég er búinn að færa ykkur aðeins til, ykkur sama þú sitið með Stevie Wonder og vinum hans. Og Óskar sagði, nei, veistu, ég held að við Nei, svo við fengum það. Við fengum 2 daga, 8 klukkutíma veislu, allir vinir Andri Krauts og við erum hluti af þeim hóp og nú ætlum við að halda minningu hans á lofti, þakka fyrir það sem hann hefur gert, en fyrst og fremst þakka Guði fyrir að hafa gefið okkur menn eins og hann og fólk eins og Magnús Sílu, alla þá sem hafa þjónað og átt þátt í að byggja upp Guðsríki. We are not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is
to everyone that believes it, oh, to everyone that receives it, we shall have everlasting life. ashamed of the gospel of Jesus Christ. For it is the power of salvation, and to everyone that believes it, oh, to everyone that receives it, we shall have everlasting life. Okay, Cole, my head up. Woo! We are not ashamed, no, no, no. We are not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For it has everlasting life. Okay, ain't this enough? We are not ashamed. We are not ashamed. No, no, no. We are not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For it has everlasting life. Oh, yeah. Okay, standing up like this. Þetta lag, þetta frábært lag. Soon and very soon. Very soon. We're gonna see the King. We're going to see. We're gonna see the King. Soon and very soon. Hallelujah. 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 See the King. Yeah. We're gonna see the King soon and very soon. We're gonna see. We're gonna see the King, and soon, and very soon, we're gonna see the King. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Going to see the King. No more crying. There'll be no crying. We're gonna see the King. There'll be no crying or dying there. We're gonna see the King. No more crying there. We are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Going to see the King. Hallelujah. 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 Take me back. Oh, take me back. Oh, take me back. take me back, dear Lord, to the Place where I first received you. Take me back, Lord. Oh, take me back. dear Lord, Where I first believed. Oh, take me back. take
Take me back, dear Lord, to the place where I first received you. Take me back, Lord, oh, take me back, dear Lord, where I first believed. I tried so hard, Lord, and I need you, Lord. I need your hand, Lord, just to make it home. Oh Lord, take me back to the place where I first received you. Take me back, Lord. Take me back, dear Lord, where I first believed. Be the glory. To God Be the glory. be the glory. To God Be the glory for the things for the things, He has done. for with His blood He has saved me, and with His power He has raised me. To God be all the glory for the things He has done. Let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. And should I gain any praise, let it go to Þetta voru 4 lög, munið þið það.
Þetta var sem sagt fyrsta lagið og 3 uppklöpslag, bara svona til að láta ykkur vita. Ég langar bara að enda með bæn og þakka ykkur innilega fyrir samveruna í kvöld. Það var yndislegt að geta sett þetta á laggirnar og tilefnin náttúrulega frábært og við skulum biðja saman og fela og ég bara bið þess að boðskapurinn sem að fluttur hefur í kvöld í tali og tónum, hann megi halda áfram að vinna sitt verk í lífi okkar. Þetta er orð Guðs og þetta er boðskapur sem er óendanlega mikilvægur. Hljómar á öldum ljósakans hjá Lindinni, en hljómar líka frá okkur. Þegar við förum hérðan, þá verðum við þessir boðberar kærleikans. Og ég bið þig Drottinn að hjálpa okkur einu serkur. Við felum okkur í þínar hendur. Við þakkum fyrir þessa yndislegu stund hér í kvöld. Þakkum fyrir alla þá sem að í gegnum árin hafa lagt sitt lóð á vogaskálarna með lög og texta, með vitnisburðin það sem að þú hefur gert. Og Drottinn, hann hefur verið fluttur hér í kvöld. Og ég bið þig Drottinn að þú umvefjir einn og sérhver. Þú veist hvar við erum, hvað við erum að takast á við. Þú gefur huggun, þar sem huggunar er þörf, styrk Drottinn þegar við þurfum að styrka að halda, von í vonleysi, frið inn í friðvana heim. Umfram allt Drottinn, þá hefur þú lofað að vera með okkur alla daga, allt til enda veraldar og umvefja einn og sérhver með kærleika þínum og nærveru. Það vil ég þakka þig fyrir Drottinn og biðja að blessa einn og sérhvern í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir í kvöld og Guð geymi ykkur.